Kristoffer, núna þegar vextir fara læknandi, þá fara menn svona lítið kringum sig og kannski svona finna tækifæri, til dæmis í fjárfestingum. Já, en svo það stóra spurningin, hvar á að byrja fyrir þá sem að vilja spyrta sig í því og reyna að sjá fram? Já, það náttúrulega margar leiðir í boði. Hann komin til okkar, Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, velkomin. Takk fyrir. Já, hvar mælið þú með að menn byrji þegar að þeir vilja fara að fjárfesta? Sko, stuttasvarið við erum að hugsa á hverju maður á bókstaflega að byrja, að þá gleymir fólk því ofta að það þegar að fjárfesta töluvert mikið í gegnum sinn viðbótarlífeyrissparnað og ef hann á Íslandi þá þetta að velja sér ávöxtunarleið. En mér finnst að vera svo algengt að fólk kannski milljónir eða 20 milljóna í viðbótarlífeyrissparnað og ekkert að velta því fyrir sér sko hvernig verða að fjárfesta þessu. En á Íslandi getum við valið okkur, þetta má vera í hlutabréfum, þetta má vera í erlendum myntum, þetta má vera í ríkisskuldabréfum, innlánum, við getum valið okkur ansi margt og það nefnilega stendur oft í sumum sem að hugsa þetta hvernig við byrja að fjárfesta að þá segir fólki að ég með svo litlar fjárhæðir, en ekki endilega þarna. En ef við erum að hugsa hvernig við byrjum að fjárfesta, ekki bara hvar, hvernig, að þá verðum við að vita hvað við erum að fara út í. Og það svolítið algengt og ég skil það alveg vegna þess að það getur verið svolítið mikið vinna en fólk stekkur yfir fyrsta skrefið stekkur yfir það að ætla að læra hendi sér hún í djúpulaugina, horfir á 1-2 myndbönd á Instagram og ætlar að fara að fjárfesta og þá missum við af öllum grundvallaratriðunum þetta svona eins og í flestum íþróttum að þá svona, vitum við þetta aldrei að fara að ganga nema þú þekkir ákveðin grundvallaratriði þú ert að kunna reglunar og svona aðeins hvernig þú átt að snúa þér og haga þér og þannig það í fjárfestingum líka að ef við viljum ekki bara fjárfesta heldur fjárfesta almennilega og þetta gangi vel að þá þurfum við að taka okkur tíma í þetta við þurfum að vanda okkur og lesa okkur til og við þurfum að kynna okkur allavega ekki minna en eðli allra helstu fjárfestingakostana. Við erum ekki að fara út í hlutabréf nema við skiljum hlutabréf. Við þurfum að átta okkur á því hvað hefur áhrif á verðið á þeim, hvernig mun það sveiflast, til hversu langs tíma hentar þetta, passar það við mitt. Við þurfum að kynnast öllum þessum fjárfestingakostum þannig og við þurfum líka að hugsa sjálf hvernig mun mér líða þegar ég síðan búin að setja peningin minn ángað. Get ég þolað sveiflur? Ef ekki þá ég kannski ekki að fara í ákveðna tegundir fjárfestinga og þannig við þurfum að byrja á að lesa okkur til og læra þessi helstu atriði áður en við kannski förum að velja okkur verðbréf eða aðra fjárfestingakosti. Hættur þetta að elta aðra? Bara eins og núna þegar maður heyrir á rafmyndakaupum og það eru margir að leiðbina eins og fólki inn á fjármálatips og Facebook og svoleiðis sem hefur grætt eitthvað mjög mikinn pening á rafmynd. Á maður ekki að elta sögur annara svona ég veit ekki hvað maður að kalla það svona reynslusögur? Já. Nei, ég held að það sé mjög auðvelt að svara því alls ekki, það aldrei að kaupa eitthvað vegna þess að bróðir einhvers græddi einhvern tímann á einhverju það alveg, ef að fólk vill fara ganga eins hratt á sínir eignir og tapa eins miklu og það mögulega getur eins hratt og hægt þá förum við að elta ávöxtunartölur og við myndum en þetta mjög ríkt í okkur vegna þess að þetta svo skýr og einföld skilaboð ég sé hérna og ég heyri að því það einhver sem segir að það sé svo mikil verðbólga þannig ég ætla að setja á verðtryggða bók það ekkert mikil verðbólga það kannski var svolítið mikil verðbólga en ég set ekki á verðtryggða bók vegna þess að það var einhvern tíma verðbólga ég set ekki peningi í einhver ákveðna mynt vegna þess að hún búin að styrkjast svo mikið ég ekki að fara að kaupa mér einhver ákveðna íbúð vegna þess að hún búin að hækka svo mikið í verði það engin lógík í því að hæða sér þannig en þetta gerum við mjög oft reglan svo að þegar eitthvað kemst í hámæli eins og til dæmis að bitcoins í hæstu hæðum að þá maður orðin á seinn. Stundum, þetta kallað meira sér bara til hugtaki yfir þetta sem og það svolítið fyndið að þetta hugtaki misjant eftir löndum. Það talað í Bandaríkjunum þetta kennt við foreldra sem eru mættir að horfa á krakkana að spila fótbolta. Svo í öðru löndum ýmist talað leigubílstjóran eða eitthvað slíkt og þá alltaf verið að tala þegar þú heyrir talað fjárfestingu við einhverjar aðstæður. Það einhver foreldri í stúkunni sem að segja þér Þú búin að sjá þetta hérna hlutabréfi eða leigubílstjórarnir byrjuðu að deila einhverju með þér að þá sértu orðin og seinn og það vissulega þannig að verðlagning þarna erum við fyrst og fremst að tala verðlagning og eignum eins og verðbréfum að hún ræðist að töluverðu leyti af stemningu
það oft þannig að verðmæti ákveðna fjárfestinga getur verið óvenju eða verðlagt óvenju hátt vegna þess að allir eru elta og allir eru í stuði og svo þegar illa gengur að þá mjög algengt að sveiflan fari oft langt niður að það sé verið að vanmeta raunverulegt verðmæti þarna á bakvið og það yfirleitt frekar mælt með því svona ef við ætlum að gera þetta almennilega en ekki láta bara ráðast að tilfinningum að standa frekar kannski svolítið á móti þessari stemningu, þessari ráðandi stemningu og það hefur margótt verið sagt sko að það karakter sem talaður í yfir 100 ára gamalli bók sem heitir The Intelligent Investor, þetta Benjamin Graham þar sem hann talaður persónu sem heitir Mr. Market, herra markaður Mr. Market, hann vill alltaf kaupa allt þegar það búið að hækka mjög mikið og hann vill alltaf selja það sem búið að lækka og þá hugsum við, þetta akkurat sá sem við viljum eiga viðskiptum við, af því að hann alltaf til í að kaupa allt af okkur og svo áverði og selja okkur allt svo ódýrt. Akkurat. Og þetta það sem gerist þegar við að byggja okkar fjárfestinga ákvarðanir á reynslu annar á sögusögnum og reynslusögum, að við oft of sein og það var kannski einhver ástæða fyrir þessari hækkun eða þessari lækkun, það ekki endilega víst að hún endurtaki sig. En hver helstu mistök þeirra sem að byrja fjárfesta? Ég myndi segja að mjög miklu leyti sé það ofmata og getu sinni til að tímasetja markaðinn. Ég held ég geti sagt það. Markaðurinn ekki nefnd sem ákveður að þetta skuli vera gengið á þessu tiltekna félagi, heldur þetta frjálsmarkaður sem fólk að semja gengi í einhverjum viðskiptum. Og það sennilega einhver ákveðin lógik eða einhver rök á bak við það verð og ef að við teljum að eitthvað sé undirvelat eða við teljum að við getum tímasett okkur þá við væntanlega að líta þannig á að við vitum betur en hinir sem eru á markanum að allir aðrir séu kannski að vanmeta þetta. Ég held að það sé algengustu mistökin að fólk ætlar sér að fara inn í fjárfestingar sem það ætti ekki að fara inn með tilliti til tiltekna tímasetninga, heldur bara fara inn og vera þarna að fólk sé að reyna að tímasetja. Og þá verður það einmitt þannig að hlutabréfamarkaði til dæmis að það getur tekið 5, 6, 7, 8, 10 ár fyrir sveiflu að raungerast, fyrir raunverulegan árangur af fjárfestingunum að koma fram en svo fólk 2 mánuðum seinna að hafa áhyggjur af genginu og ætlar þá kannski að selja eða breyta einhverju. Þetta mjög algengt. Annað það að fólk sé að taka of mikla áhættu, að það gleymi því að öryggi sé verðmæti líka. Þannig að við tökum ómikla áhættu okkar fjárfestingar og svo það að það skorti á svona grundvallar þekking á því hvað við erum að fara út í. Eru menn fættir að nota gervigreindina til þess að hjálpa sér að fjárfesta? Já, það töluvert það og það Spáir hún þá fyrir sveiflur og hækkanir og lækkanir? Já, það alveg verið að reyna að nýta hana í slíkt. Það sem óþægilegt fyrir einstaklinga það að gervigreindin sem við höfum almennt aðgengi að, hún hefur kannski ekki aðgengi að uppfærum gögnum. Hún kannski að byggja á gömlum gögnum. En við getum fært henni þau gögn sem við viljum og beðið henni að greina, vinna verðmat og svo framvegis. Við getum notað henni til að hjálpa okkur við að skilja eðli markaða og svona flýta fyrir þessum lærdómi okkar. Og það bara ekkert gott það að segja. Við megum bara ekki gleyma þessu skrefi, við verðum að vita hvað við erum að fara út í, annars töpum við peningum. En þetta að æfa sig einhvern veginn án þess að tapa peningum? Ég man eftir að einhvern tímann þá var heimasíða það sem var leikur. Já. Þá gat maður bara verið að leika sér einhvern veginn að kaupa og selja. Já, jú, það eru til svona leikir, ég man að það voru svona keppnir á vegum einhvers háskóla og svo vefurinn allir fullur á svona leikjum bandarískum. Það eitt sem ég myndi passa mig á varandi slíkt að árangur í svona leikjum yfirleitt mældur út frá því hvernig hún að græða sem mest á sem skemmstum tíma. Við erum yfirleitt ekki að fjárfesta þannig sjálf. Þannig að það að vinna þennan leik því ekki endilega við höfum verið góði fjárfestar, heldur kannski vorum við bara heppin. Hins vegar það þannig að sú leið sem hefur oft verið mælt með og ég alveg hrifinn af því að það getur flýtt fyrir því að við lærum og það getur líka verið skemmtilegt að henda sér bara út í djúpulaugina með einhverja smá peninga sem mega tapast. Að segja, heyrðu, ég að fara skynsömu lönguleiðina með restina, ég fer í einhverja sjóði þar sem einhver annar sér þetta fyrir mig, en nú ætla ég að setja í þetta og þetta félag vegna þess að ég að meta það sem svo að þetta sé góð fjárfesting. Þegar þið eru búin að kaupa bréfin og þið haldið á þeim, þá farið að fylgjast meira með og þá lærið þið á verðbréfamarkað.
en að stíga sem fyrstu skref með því að fara með ofháar fjárhæðir í þetta getur verið hættulegt. En svona læru við held ég hraðast. En svo heyrum við líka færast í vöxt að fólk að kaupa fasteignir. Já. Og lítur á það sem lífeyrissjóð framtíðarinnar. Já. Hefur þið heyrt af því? Er það að aukast? Já, það var auðvitað, og tölun að sýna okkur það hefur svolítið aukist að fólk hefur verið að setja peninga í aðrar eignir. Að miklu leyti auðvitað foreldrar að hjálpa börnunum sínum að kaupa og eru þess að kaupa eignarhlut með börnunum sínum. Þannig að þá kannski bara eftir að koma í ljós hvort þetta sé fjárfesting eða ekki, eða hvort þetta verður einhvern veginn gefið eftir. Fasteignir eru hins vegar þokkaleg fjárfesting upp á það að gera, þarna ertu með tiltölulega stöðugan höfustól, þannig að þú getur þá innleyst peningi með því að selja eignina, en þú getur haft tekjur af þessu á sama tíma. Þetta er eins og það að eiga hlutabréf sem þú reiknar með að hækki kannski eitthvað aðeins í verði og þú fær líka arðgreiðslur reglulega. Þannig að þú fær bæði tekjur og mögulega eignamyndun á sama tíma. Ég hef hins vegar, ég held að þetta sé að fara að minnka því að nú var húsaleigulögum breytt minnum í september síðastliðnum sem gera það verulega íþyngjandi fyrir fólk að leigja út sínar eignir og ég hef heyrt í óþægilega mörgum sem vilja selja eignir sínar út af þessum lögum. Það á líka að fara að hækka skattinn af þessu, þannig að þetta er allt svona að verða kannski erfiðara fyrir fólk, en jú, þarna vissulega að byggja upp verulega eignir. Já, þú segir að margir hafa haft samband við þig sem vilja losa sig við eignir vegna þess sem koma skal. Já, ég hef heyrt af þessu, meira sér það sem þegar komið með þessi húsaleigulög, að ég verið að heyra áhyggjur af fólki sem á eignir og hefur verið með þeirri útleigu, kannski segjum þetta sé bara fólk sem með auka íbúð í bílskotnum sem var fyrir krakka sem fluttur út og þá verið að leigja það og það bara farið að vera svolítið mikið vesen að leigja út og þá vilji fólk kannski losa sig við þessar eignir sem kannski ekki sérstaklega gott fyrir leigumarkaðin ef það er dett út af leigumarkaðinu. Það fækkar eignum þar? Já, ég myndi halda það, en auðvitað er fólk alltaf að vega og meta fjárfestingakostina og ef þú selur eignina þá færðu pening til þess að koma fyrir einhver staðar annar staðar og núna þegar vextir að lækka þá heyri ég að þessi umræðir enn og aftur farin af stað. Nú eru vextir að lækka, hvað á ég að gera? En kannski ein spurning, manst þú eftir þinni fyrstu fjárfestingu? Já, ég mandi því. Ég þurfti að fá pappa minn til að skrifa undir hana því ég voru ungur. Þarna hafði ég verið að vinna í nýkaupum og hagkaupum í mjólkinni og safnaði einhverjum smá peningum og ég ætlaði að fara að kaupa bréf. Ég keypti bréf í 2 félögum, SR Mjöli og Búlandstindi. Já. Af hverju var það fyrir vegna þess að það voru einhverju kallar sem voru á einhverju kaffihúsi með pappa mínum sem voru að segja að nú sko, það er svo mikið lóna á leiðinni og eitthvað slíkt og þeir voru að kaupa inn í SR Mjöli og Búlandstindi og ég átti einhverja smá peninga en ég lærði það af þessu. Hvað varstu gammal? Ég hef verið 16 ára eitthvað svona. Grættir eitthvað á þessu? Já, mér minnir ég hef grætt eitthvað þessu, svo fór það allt saman þegar ég hélt að ég væri að gera svo sniðut og tók þátt í, ég á það alveg ég á þá reynslu að hafa sennilega tekið þátt í einhverju verst heppnuðu og hörmulustu saminningu hlutabréfasögunar sem voru AOL og Time Warner á sínum tíma sem að Íslendingur einmitt tók þátt í en hérna, þar fór nú hluta þessu. Þar fór held í Búlandsstindur alltaf. Og góð leksía. Mjög góð leksía, ég hefði kannski frekar kosið að læra að vera einslu einhvers annars í því, en jú, mér fannst ég læra mikið af því að prófa mig áfram vegna þess að það varð til þess að ég las alveg óheyrilega mikið þetta og fór að læra á þetta því ég vildi gera þetta almennilega og það hjálpar og við þurfum að passa okkur á því að það er verið að bjóða upp á marga leiði til að gera þetta bara nokkru sekúndum eða fara hratt í gegnum þetta. Ég held að það sé ekki vanlegt til árangurs til lengri tíma. Nei. Ég myndi ekki gera það sjálfur. Látum þetta vera lokaorðin, Björn Berg Gunnarsson. Fjármálaráðgjafi, takk fyrir komuna og það er hægt að kynna sér þetta nánar inn á björnberg.is. Já, takk fyrir.